ágætiskeppni hér á Hellu. Torfærusumarið er byrjað! Þetta er tricky. Bíllinn er að virka vel hjá Þór. En halleluja! Að þessi braut á eftir að breytast. Note to self! Alltaf að láta Þór Þormar fara fyrstan. Þessi keppni er í beinni útsendingu á YouTube á RÚV 2. Beinni textalýsingu á Formula Offroad. Sjá Orra. Orra er með blóðbragð í munni. Daniel G. Ingimundarsson á Green Thunder. Sjáum þarna. Þarna kemur reynslan. Danni er búinn að vera að keppa í torfæru í ykkur rétt tæplega 100 ár. Honum gengur í fyrstu braut hér á Sindra torfærunni á Hellu. Hann er að fara bara í braut 2. Ekkert að flýta sér, engin þörf á því, þetta er ekki tímaþraut. En við sem erum að horfa á, við værum alveg til í að komast heim fyrir miðnótt. Ok, þetta var eitthvað. Allar keppnir í sumar. Jæja, við finnum að stað. Nú verður eitthvað magic. Hann má þetta. Sjáu þið. Sjáu þið. Ef hann hefði hitt á það. Yeah baby. Okkur grunaði það.
þetta yrði eitthvað magic. Sjáum hvað Bjartur gerir. Vá, þetta var fallegt. Þannig að leigutíkin að fara hér í brautina og Marino Jónsson undir stýri. Marino hefur keppt 2 torfærur. Já. Það er þetta að taka tíkinni. Þetta var clean. Þetta var mjög clean. Kannski einhverju sáu að þá var hann við æfingar á bílnum og þetta var bara eins og meðal fimleikasýning á gólfi með borða. Ring snerist í loftinu alveg hreint. Sælir. Býtum við. Too Insane. Komin í gang. Og einhver refsing fyrir að stoppa. Hvort hann hafi runnið í gegnum hliðið, það er ekki víst. En Gunnlaugur Gunnlaugsson er óhræddur náungi. Mögulega gætum við sagt hann eins og marga aðra torfæruökumenn að hann sé snar geðsjúkur. Sjáu þið nú! Sjáu þetta! Mistu þið nokkuð af þessu? Ef að þið blikkið auga, þá missið þið af hér á torfærunni. Og Sævar að sanna sig sem gríðarlega öflugur ökumaður. Já! Þetta var vel gert. Keppni á ekki að fara fram hjá neinum. Andri Már Sveinsson á Kúrekanum.
verið mikið að fylgjast með torfærunni lengi. Oftar en ekki fullur upp í brekku. Þá það Valli Reynis. Gunnar Valgeir Reynisson á Batman. Þeir eru með 2 bíla hér. 169 Racing held ég þið kallið það. Og sonur hans er að keppa hér á Jókernum. Og þeir eru, þá er það Guðmundur Elíasson á úttemjunni. Í þessum bíl er nýr risamótor. Og það eru beygjur að aftan. Sjáu þið, þetta beygjurnar að aftan virka vel í höndunum á þeim sem á það kunna. Ágætlega gert hjá Gunnar. Og upp, ekkert mál, allt í toppi. Eins og Bragi, vinur minn, segir bada bing, bada boom. Sjáum hvað Nonni gerir. Hann kann að keyra kallinn í blóðinu. Hann má þetta, hann má bakka á milli hliða. Eitt bakk. Jájá, nei, jú, nei. Ég er alveg viss um það, hann ætlaði ekki að gera þetta svona, sko. Mér þykir það nokkuð líklegt. Það var flott. Það er strepp á. Það er allt í góðu lagi þegar menn fá prófið sitt í seriós pakka. Æjæj, nú hefur eitthvað gefið sig að framann. Ekki nema þetta sé eins og í landráðinu gamla, þannig þurfum við að ýta stönginni fram til að fá framdrifið inn. Reynslan, hún kikkar inn. Sjáum Gísla G. Þetta skuli hanga á hjólunum, það er alveg með ólíkindum. Bakk, 40 mínus. Þarna mátti litlu muna. Vel gert hjá Gísla. Gísli hefur átt nokkur svona comeback í keppnir, aðalega hér á Hellu. Sjálfbólið í liðinu fenginn í það að mála. Þá förum við að fá Ingvar og Víkinginn í braut.
Atli Jamil farin af stað. Já, þetta var svo sem aldrei spurning. En Siggi kemur frá Vík í Mýrdal og ég held að sé nú helmingurinn af bílunum hérna í dag frá Vík í Mýrdal eða tengdum svæðum. Djöfull er gott að sjá drauminn aftur, maður! Woo! Þetta er fyrsta braut í fyrstu keppni hjá Sigurði Gími. Gefum honum séns! Og ég held að hann hef ekki fengið neitt refsistig, þannig að hann er bara með 110 út úr þessu, sem er nú bara meira en margur annar. Vel gert, Siggi! Þá fer Raggi á stað á Mjallhvítinni. Það snúast nú dekk, sýnist mér. Sjáum hvað... Já, það er eitthvað... Það er eitthvað sem að hefur gefið sig í drivetraininu. Það þarf nú ekkert að laga brautina mikið eftir þessa félaga Sigga og Ragga. Koma svo! Það mátti litlu muna að hann færi þetta upp. Hann gerði þetta bara faglega, ansi lengi. Var lengi vel á galdragul. Come on, maður! Hann langaði nú svolítið að fara þarna. Þá getur Grímur farið að rúlla sér á stað á Brjálu frænku 2. Ok, þetta er allt í lagi. Ég myndi segja svona hlutfallslega þá hefur ekki verið mikið að veltum miðað við fyrstu braut á Hellu.
við hann í vetur sýnist mér. Sjáum Jón Vilberg. Ekkert mál, allt góðu. Take it easy, eins og þið segja. Það er engin ástæða til að vera að sperra sig. Það er ekki komið það mörg stig í þessa braut. Þannig að þeir sem að taka lengdina, kannski svolítið reyna að taka þetta refsistiga lítið, að þeir eru bara ofarlega.